Nú ætlum við að halda áfram með kaflann almenn brot og prósent. Við ætlum að skoða hvernig við lengjum og styttum brot. Lengja með þremur. Þegar við lengjum þá erum við að breyta bæði teljarann sem uppi og nefnarann sem niðri með því að margfalda hann með sömu tölu. Þá stækka báðar tölurnar jafn mörgu sinnum, þar af leiðandi breytist stærð brotsins ekki. Tölurnar breytast. Þannig þegar við lengjum með þremur þá margföldum við báðar tölurnar með þremur og fáum 6/15. 2/5 og 6/15 er jafn stórt brot. Við erum bara að skipta því í fleiri búta. Sinnum 3, sinnum 3, 15, 21, sinnum 3, sinnum 3, 33, 40 og 50. Ef við lengjum þá getum við stytt aftur tilbaka. Ég gæti alveg deilt með þremur hérna og farið aftur í 11/15. Ef ég deili með 11 hér og hér, þá fæ ég 11/15. Þannig ef ég á að deila með, stytta með 4, þetta hérna á nú að vera 4, og þetta er nú bara einhver vitleysa hjá mér, sleppum þessu. Ef ég deili með 4 á báðum stöðum, þá fæ ég 1 annan, hálfan, enda er 4 helmingurinn af 8. Og ef ég deili með 4 báðum megin hérna, þá fæ ég 3/9. Yfirleitt fáum við ekki töluna sem við eigum að stytta með eða lengja með. Og þar alveg þurfum við að finna sjálf hvað vantar okkur. Og hérna ætlum við að stytta þessi brot eins og hægt er. Og það er í raun 2 leiðir þegar maður styttir brot. Örugga leiðin er að byrja bara alltaf að deila með til dæmis 2. Þá fæ ég 6/18. Ég get aftur deilt með 2. Þá fæ ég 3/9. Ég get ekki deilt með 2 en ég get deilt með 3 báðum megin, þá fæ ég 1/3. Þetta er í raun svarið. Hér er ég búinn að fullstytta. En ég get þurft að gera þetta í svolítið mörgum skrefum. Ég hefði líka geta, ef ég sé strax að 12 gengur upp í 36. Ég get deilt bara strax með 12 báðum megin og fengið 1/3. Beint. Hvora leiðin þið farið skiptir engu máli, þið endið á sama stað. Hérna get ég ekki deilt með 2, ekki 3, ekki 5, ekki 7, en 13 gengur upp í 52. Það var 13 hérna hjá mér. Það er 1/4. En það er ekki 13 spil í spilastokk sem eru 52 spil og það eru 4 sortir. Hérna, hér gengur 32 ekki upp í 60. Þannig að ég þarf annaðu hvort að byrja bara eins og ég gerði áðan að deila með 2. Og þá fæ ég 16/30. Ég get aftur deilt með 2. Fæ ég 8/15 og ég er stopp. Ég kemst ekki lengra. Ég hefði líka geta sagt 32/60. Já, ég sé að 4 gengur upp í báðar. Og þá hef ég fengið 8/15 strax. Að raða brotunum eftir stærð. Þetta getur verið pínusnúið, en við sjáum strax að við komum nú ekki til með að lengja þetta þannig að þetta sé nú allt sama tala, en við getum lengt þetta þannig að þetta sé allt svona svipuð tala. Ef við lengja þetta til dæmis með 4, þá fáum við 8/12. Þá sjáum við til dæmis hvort brot er stærra, þetta eða þetta. Ef við til dæmis lengjum þetta með 2, þá fáum við 4/14. Við sjáum nú strax að þetta brot hlýtur að vera minnst. Þetta er eini sem er 1. Öll hin er eitthvað staðar nálægt í að vera hálfur. Þetta brot er til dæmis meir en hálfur, þetta er akkurat hálfur, þetta er aðeins minn en hálfur, en þetta er töluvert minn en hálfur, þannig að þetta kemur næst. Búið með þessi 2. Þetta var akkurat hálfur, þetta er meir en hálfur og þetta er minn en hálfur. Þannig að þetta lítur þá að koma næst. Búið með það.
Svo kemur akkúrat hálfur og svo það sem var meira en hálfur. Og þá er ég búinn með öll.